Hæ, ég heiti Snjólaug og í dag er baráttudagur kvenna fyrir svokölluðu kjarajafnrétti. Þessi dagur er búinn til af einhverjum svona róttækum rauðsokkum. Það fer í taugarnar á þeim að konur fá að minna útborgað en karlar. En konur fá að meðaltali 29,7% minni laun en karlar og það er eitthvað að grenja við því. Konur eyða líka örugglega 30% af vinnudeginum, bara eitthvað inn á baði að skipta um dömubindi og gráta og verpa eggjum og eitthvað. Þannig að þessir öfgafeministar, þær verða náttúrulega ekki glaðar fyrir en karlmenn eru bara komnir í útrýmingahættu eins og pandabirnir. Mér reyndar brá þegar ég heyrði fyrst þessar tölur, þennan launamun, en svo sem betur fer voru karlmennana úti sem útskýrðu þetta fyrir mér. Og þá var þetta allt bara misskilningur. Við konur náttúrulega erum ekkert sérlega góðar með tölur og svona. Því þarf ekki nefnum stundum bara að líta á klukkuna, þá líður yfir mig. Og þá er þetta víst þannig að konur fá minna útborgað í peningum af því að fá svo mikið útborgað í ánægjunni sem fylgir barnauppbeldinu. Og svona náttúrulega bara jafnast þetta út, kallarnir náttúrulega nenna ekkert að sinna þessum krökkum, og fá þá bara meiri laun í staðinn. Og mér finnst það bara sanngjarnt, og sé enga ástæðu í því að vera að hræra eitthvað upp í aldargömlum hefðum. En ef það er einhver mánudagur í ykkur og þið nennið ekki að vinna fullan vinnudag, þá getið þið hætt að vinna kl. 14:38 í dag. Og arkað niður á Austurvöll að hitta þessar öfgafeminista frekjur sem að kunni ekki að raka sundur höndunum og mótmælt þessu. En persónulega ætla ég bara að fara að eignast börn, þess að bæta upp launatapið. Ég kannski geti keypt dúkku eða eitthvað, ég veit það ekki, hvernig þetta virkar.